Hulda María Agnesdóttir, frábær leikur hjá þér í ótrúlega svekkjandi tapi í oddaleik. Hver svona þín fyrstu viðbrögð eftir þennan leik? Ég bara mjög svekkt, en mér fannst við samt gera okkar besta og reyndum allt sem við gátum til þess að reyna að vera ennþá inn í leiknum. Og svo hittu þær bara stórum skotum í framlengingunni eins og við, en það bara dugði ekki hjá okkur. Talandi stór skot, þú settir örugglega bara eitt stærsta skot sem ég hef séð ekki bara í play-offs kvenna, heldur bara í play-offs. Kannski að fara aðeins með okkur í gegnum það skot. Hvað var svona gangi hausnöðinum? Sko, ég sá að tíminn var alveg að renna út og við þurftum þrist. Þannig að ég skaut honum bara og fór ofan í og já. Ef þú pælir svona, ég veit ekki kannski erfitt núna, en ef þú pælir svona í næsta tímabili, heldur að þetta lið sé ekki klárlega tilbúið að bara byggja á þetta og bara keyra þetta áfram? Jú, algjörlega. Ef þú hugsar svona tímabili fyrirfram, voru það að búast við að þið myndu ná að komast, þið náttúrulega unnið bikarinn og komast alla leið í oddaleik, voru það að búast við þessum árangri fyrir tímabil? Við vorum kannski ekki að búast við því, en við ætlum samt alltaf að reyna að komast hingað og svo bara tókst okkur það. Við spilum bara mjög mikið liðsbolta og við erum bara allar bestu vinkonur, þannig að þetta gengur mjög vel hjá okkur og já, það er mjög gaman, þetta var bara mjög skemmtilegt tímabil. Já, þannig að þegar þú horfir heilt yfir á tímabilið svona í baksýnisspeglinum, hvernig horfir þú svona á það? Bara uppáhaldstímabil mitt, sko. Þetta er bara eitt skemmtilegast tímabil sem ég hef upplifað. Já, upp áfram, er það ekki? Jú, algjörlega. Takk hérlega. Takk fyrir.